Velkomin aftur í jólaföstudagsþáttinn. Nú það kökur og kröður í. Við erum komin með bakarameistara frá Sauðárkróki. Velkomin Róbert. Takk fyrir að bjóða mér. Þú komst færandi hendi. Já. Kærar þakkir. Ég er búin að smakka þessa. Já. Sem þú kýst að kalla norska jólaköku. Já, við erum með norskan bakara. Já. Sem að fyrir 15 ára síðan var að leika sér með einhverju uppskrift og hérna kom með þessa niðurstöðu og við höfum aldrei horft tilbaka eftir þann dag því að hérna, við erum farin að framleiða og senda út allt land. Já, hún hefur spurst út. Já, við erum verið heppin. Bæði hefur hún spurst út frá manni til manns og svo kom nú viðtal einu sinni frá N4 stöðinni hérna og hitti bara Trond sjálfan, þar sem hann var að búa hana til. Og þá kom nú pínu kippur í söluna líka, þannig að það var mjög skemmtilegt sko. Hérna ég er búin að hesthúsa hálfri, ég verða að fá mér aðra. Já, guðnabenni. Það sem er öðruvísi svona í fljótu bragði er þetta súkkulaði utanum. Já. Og marsipanið hérna. Svo er marsipanið þarna og svo erum við ekki að vökva hana eins og þessa ensku. Það er ekki með garðkönnuna áfengi yfir henni allan. En það er samt áfengi í henni? Já, það er það og hún er mjög bragðmikil og þú veist, og ég segi, og hún er bara, já hún er öðruvísi en þessi enska en hún svipar klárlega til hennar. Já. Alveg klárlega. Mjög góð, ég get alveg staðfest það. Já, það er gott. Svo ertu þarna með eitthvað finnir í? Já, það var talað það að ég ætti að koma með kannski 1-2 smákökuskrútur sem ég þætti góðar. Og ég kom náttúrulega með klassíska mömmukossa. Já. Sem ég bara hef elskað frá ég var lítill krakki. En svo þurfti ég í fyrsta skipti bara ég held bara áratugi, allavega 1,5 áratug, að fara heim og baka. Nei. Jú, því að þú veist, ég náttúrulega, það er mínu uppáhalds smákökuskrift, eru kókostoppar. Já. Mamma bjóð þó til að þegar ég var krakki. Og nefndi enginn að baka það fyrir þig? Og ég lét ekki búa til í bakarinu þegar ég vill hafa þá svona fyrir mig. Já. Þannig að ég hentist í það að gæra að baka kókostoppa fyrir þáttinn. Fyrir þáttinn? Ok. Þannig að ég þetta eru mínar uppáhalds smákökustir. Er mikil sala í smákökum? Eða er fólk að myndast að gera þetta heima hjá sér? Það er sala í smákökum, en hún er ekki mikil. Nei. En við höfum verið að reyna, og ég held bara almennt ég held ekki, ég er nánast að tala fyrir eiginlega öll bakari á landinu, þó að ég sé ekkert að svara fyrir þau, en þá held ég að flestir sé að reyna að bjóða upp og núna að kaupa bara deig, pilsur. Nú getur bara farið heim, skorið sjálf og bakað úr ilminn. Já. Og ég held að það sé svolítið sniðugt konsept. Þannig að mætast á meiri leið svona. Já, þú ert laus að vera með hráefnisvesinnið en færð samt ilminn og þú færð, það held ég sé bara ótrúlega sanngjarnu verði þau kaup sko. Og eru þið með ýmsar tegundir af svoleiðis? Hjá okkur erum við nú ekki með held ég 3 eða 4 tegundir í svoleiðis sko. Og er þetta klassíska? Piparkökur? Já, súkkulaðikökur og einhverja kókoskökur sem ekki þessar en eitthvað sem heita strákakökur. Og hvernig er að reka bakari á Sauðárkróki? Er það bara góð business? Já, ef ekki segja það. Við erum allavega búin að vera lengi að. Þú tókst þig að föður þínum? Já, ég kaupa föður minn 2006. Já. Vissir alltaf að allar vera bakari? Ég allavega, fyrsta minningin var sitjandi í hárgreiðslustól það bil 6 ára. Það sem ég var að spurður þessar sígildu spurningar maður í klippingu hvað allar að verða að vera stór. Og þá tilkynnti ég það þar að ég ætlaði að vera bakari. Ok. Eða slökkviliðsmaður. Það var tónnisleið. Nú, já, ok. Já, en ég held að bakarinn hafi alltaf verið númer 1, sko. Já. Þannig að, já. Og svo dreifstu þið bara beint í það? Já, bara leið og ég búið með skildunámi, þá var ég byrjar að læra á. Og nú er ykkur hérna bakari og er þetta þannig að þú þarft að vakna bara miðanótt og fara í vinnu? Ef allt er í toppstandi, þá þarf þess iðulega ekki. Það er svona, ég tek kannski svona toppana, stóru dagana sem ég mæti mikið á nóttunni og sumrin þegar fólkið er í sumarfrí starfsbakararnir mínir. En það er búið að vera svolítið svoleiðis nú undanfarið þegar það vantar, það er bara hörgull á bökurum. Já. Og það er kannski bara vandamálið okkar allavega á Sauðárkróki að það hefur ekki verið, það er bara ekki nóg mikil. Þannig að það þarf fleiri bakara í svona bakaranám? Já, það er völdin á þeim? Já.
Gott að það komið fram. Já, sem er að horfa þáttinn allt í einu. Okkur vantar bakara. En hvað er svo framöndan núna? Er að róast núna yfir jólin? Er törnin búin eða er alltaf að vera brjála núna? Núna erum við búin, sko. Þeir eru búin, já. Við byrjuðum að undirbúa okkur í október og erum svo komnir á fulla ferð, svona lok október, byrjun nóvember. Þá erum við byrjað að framleiða þessa norsku, alveg í svolítið miklu magni og svona farnar að huga laufabrauðinu. En svo er núna, veist, í þessum töluorðum þá er fólk heima og svo er grúkja að búa til laufabrauð, menn ég er hér. Það er bullandi sala í því náttúrulega alveg fram á jólungar. Já, það er það. En það er svona sennilega síðasti dagurinn sem við gerum laufabrauð þetta árið. Er þessi búin að vera í vaxandi eftirspurn hérna? Já. Og hvað, veistu hvað er að gera margar? Þau eru tölu. Í fyrra héldum við, veist það, því að við erum kannski ekki með alveg tölu. Nei. Þá vorum við að tala kannski yfir 500 stykki, sko. Já. Og þið sendið bara hvert land sem er. Já. Eða keyrir þetta út. Ég var nú að segja, við vorum að hlæja því núna fyrir nokkur dögum að það er ein yndisleg kona í Reykjavík sem hefur pantað hjá okkur nokkur ár í röð. Já. Og svo er hún farin að panta fyrir allar vinkonundar því að þær hafa smakkað hjá henni. Þannig að hún var komið með eitthvað, sko, risastóran kassa af kökum og ég þurfti að fara til Reykjavíkur. Þannig að ég var voða groppinu því að geta skuttlaði bara heim til hennar núna fyrir nokkur dögum síðan. Það er skemmtilegt að vera í kontakt við bakarann sem bara beint frá bíli. Nákvæmlega, þetta er svolítið svoleiðis. Já, en bara kærar þakkir fyrir komin í þáttinn og takk fyrir að leyfa okkur að smakka þessar yndislegu kökur. Já, verið góð, takk fyrir mig. Gleðileg jól. Já, takk sömuleiðis.